Þú smita sig? Nei, best mér ekki drekka. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Rómeó, ó Rómeó, Júlía, ó Júlía. Og þannig hófst misskilningur. Árið 1597 gaf William Shakespeare út leikritið Rómeó og Júlía. Eins og þið flest vitið fjallar það ansi hæpinn og órökrétt samskipti óharðnaðs og vanþroska unglingsfars. Og þau urðu sko bara ástfangin af því bara, barn og flippið, því þau sáu ástin í augunum hvort annars þið sáu fyrst. Hvort annar í fyrsta skipti. Þá geta samkoma, slíkt samband myndi aldrei ganga, því það algjörlega reist á brauðfótum. Alveg eins og vinasambönd var að sambönd milli karls og konu að vera byggð á traustum grunni sameiginlega reynslu og hagsmuna. Einungis þannig verður sannur kærleikur á milli tveggja einstaklinga. Rómeó og Júlía töldu sig hins vegar trúum að þau var í raun og veru ástfangin og blekktu hvort annað svo vel að þau fyrirfór sig bæði í lokin. Hámark blekkingarinnar og bæði dóu þau ein. Sama blekking á rómantískar bíómyndir á nútímans, á borð við Bridges Jones' Diaries og Sex and the City. Bæði fjallar þetta örvæntingafullar miðaldrar konur sem finna ekki ástina, en halda úti sífellt vandræðilegri leið að eina sanna maka. Til að mynda tók það Carrie Bradshaw það bil 30 seríur að uppgöta að enginn prins á hvítum hesti biði hennar og hún yrði bara að vinna úr sínum málum með Mr. Big. Og það tók vinkonu okkar hana Bridges 2 kvikmyndir og 12.000 vandræðilegar uppákomur áður hún gerði sig grein fyrir því að hún þurfti bara að sætta sig við Mark Darcy. Jæja, Óli minn, þú sagðir að ást væri það besta og fallegasta sem maðurinn búi yfir. Það satt, en hún ekki til þar sem þú ert að tala kærleikur, Óli minn. Og ef ég á að segja eins og ef ást til, þá ég ástfangin af þér og ég vil að þú komið hingað upp og sannir mál þér og kyssi mig hérna núna. Ég segir það. En því miður, hei krakkar, ég veit að við hljómum svolítið neikvæðir í Glöngásson. En það ekki út af því að við höfum gefist upp á lífinu en eitthvað svoleiðis. Það meira svona við uppgöta að það svo miklu meira að uppleiða í lífinu en að elta sig þá út úr fyrstu Valentínusdags og rauðu seríu pælingu sem rómantísk ást Ef við hugsum allt þannig, endur við öll eins og Guðrún Ósvíðsdóttur. Og því með Óli minn, ég fekk að kissa þig og ég er búin að frá þig ekki lengi en ég vil ekki lengi. Já, takk! Ok, það ég byrjað þá. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðgestir. Þessar konur, það Zoe Deschanel og Katy Perry, það sem fari mig til þess að rísa á fætur á mótana. Nei, fyrirgefið, ást mín á þessum konum. Því kæri gestir, vissulega ég ástfangin. Ást mín til þessara tveggja kvenmanna óumdeilanleg og að sjálfsögðu hefur hún tilgang. Ekki bara gagnvart mér, heldur gagnvart þeim líka. Hvernig gerði þið spurt ykkur? Jú, svarið einfalt. Þegar það Katy Perry og Zoe Deschanel komast að því að það deili ástminni verður fjandinn laus. Katy verður öfundsjúk og bandbrjáluð meðan Zoe ræður sig ekki fyrir tárum. Ok, þetta ekki satt. Hvorki Katy Perry né Zoe Deschanel vita eitthvað þá sem ég ber til þau. Því miður. En hver kannst þetta ekki verið? Ef það hrifin á annar mannsku, komast að því að hún líka hrifin á þér. Finnast draumar og millingar, kynnast þeirri betur, uppgöta það að það eitthvað meira en bara hrifningin sem dregur ykkur saman. Hver kannst þú ekki við það? Þeirra Sigur og Hallan, sambandið trosnar, þú leiður að hinum mannskunni, eða jafnvel ekki. Hinn mannskjum verður leið og þú ekki henni og þú stendur eftir með brotið hjarta. Við kunnumst öll við þetta að vera leiksoppar ástarinnar og standa ekki á saman. Gunnar sagði við þyrftum ekki að eyða ævinni í að elta sig ástina. En Gunni, hvað ég vil bara elta sig ástina og sé mikið tilgang í því? Hefur ástin það ekki tilgang fyrir mig?
Gunnar sagði að Ólafur hefði rætt kærleik en ekki ást. Strákar, á hverju byggist kærleikur en ekki ást? Kærleikur hefur tilgang, ást hefur tilgang. Gunnar talaði söguna Rómeó og Júlíu. Gunnar, ég veit varla fallegri sögu sem sýnir fram á hvaða tilgang ástin hefur fyrir milljarð manna. Gunnar sagði að Bridget Jones og Sex and the City var kvikmyndir blekkingu. Býtu, þegar ég horfði á þessa myndir með stelpuvinkonum mínum, þá hafa það fjallað ástina. Hvað er andskonar? Þorvaldur sagði að ástin var í blekking. Býtu, ég verið þá rambaðinn á einhverja allt aðra ræðukenni, þar sem við erum að ræða tilvist ástarinnar, en ekki það hvort hún hafi tilgang. Strákar, komið með rök fyrir því að ástin sé tilgangslaus. Gunnar misskildi hann hélt fram að við segjum að ástin væri nauðsynleg fyrir getnað. Ekki satt, við erum að segja að til að byggja upp almennilega fjölskyldu þarf ást í uppeldinu. Hjáni, Þorvaldur vildi samfara mig að rómantísk ást var ekki til. Sko, Þorvaldur, í fyrsta lagi þá hef ég upplifað hana margt gott. Í öðru lagi þá ekki bara að ræða rómantíska ást, við erum bara að tala ást yfir höfuð. Þorvaldur talaði 40% hjónaskilnaði að fara fram í Bandaríkjunum. Og af hverju er það, Þorvaldur? Jú, af því að 100% Bandaríkjamanna trúa því að ástin sé til og hún hafi tilgang. Þau giftast vegna þau trúa á ástina og þess vegna giftast þau snemma. Svo skilja þau að þau trúa því að ástin getur fært þeim hamingju. Já, ég er búinn að svara ykkur bara frekar. Kæru gestir, þetta er staðurinn málsins. Ekkert okkar hérna inni stendur á saman þegar ástin er annars vegar. Því ástin er okkur alltaf hugleikin. Og svo lengi sem að okkur er ekki saman, svo lengi sem að mér er ekki saman, þegar ég elski Zoe Deschanel, án þess að hún hafi hugmynd að ég anda, að þá getið þið ekki haldið fram að ástin sé án tilgangs.